Góðan daginn og verið velkomin í þátt númer 79 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú, í dag ætlum við að fara yfir klár, verki vinnslu, pokan, körfurtöskur og hvar á döfinni, blaður og allt þetta hefðbundna. Sjáum svo bara til hvort mér tekst að halda blaðrunu hér í restina eða ekki. En ég er með félagsskapinn í morgunsári, það eru 2 fjórfætlingar. Ég er að passa sagt hunda dóttur minnar sem er í óvæntri afmælisferð út í Berlín þessa stundina. Skál í bolla númer 2. Hundarnir sem sagt vöktu mig og vilja náttúrulega fá sín mat bara á sínum hefðbundna tíma, þannig að við bara byrjum daginn snemma, svo sem ekkert óvön því. Og þeir eiga að vera hérna hjá okkur til annað kvöld, en ég hef grunum að það geti dreifst eitthvað á langinn vegna veðurspár, en það er allt í lagi. Ég veit bara að það verður mjög árangursrík jólaþrifin þegar hundarnir verða farnir. Þeir eru bara búin að vera hérna síðan á laugardagsmorguninn og það er allt í svörtum hundahárum. Ég er að passa svartan labrador og hvítan og svartan border collie. Og labradorinn er frekar fullorðinn hann Nói og þú veist, hann hefur alltaf farið mikið úr hárum, en það minnkar ekkert með aldrinum heldur. En hérna, það er alltaf, það verður bara gaman að þrífa verða farin, þessar elskur. Nú, já, ég er búin að segja hvað ég ætla að renna yfir í dag og ég er bara með 1 prjónaklár. Og hérna, svo er ég með saumaklár sem ég ætla að sýna ykkur. En ég ætla bara að byrja á því að vinda mér í að sýna ykkur prjónaklárið og það er Orlando sjalið eftir Rökkur Knit. Hanna Helenu Sif, rosalega fallegt. Og ég gerði þetta úr Baby Merino frá Drops. Bara hérna, nýta liti sem ég átti. Eins og þeir sem hafa gert þetta sjálf sjá að hérna, ég tók bara aðra hverja tótu niður þegar ég strekkti sjalið. Og mér finnst það bara svona, já, ég fílaði það bara betur svona til þess að halda í við þetta svona hefðbundna lúk sem er á því. En þetta er sjálf sem að vera bara í gjafakörfinu hjá mér. Ég á nóga sjölum eins og við erum búin að fá staðfest. Ég reyndar er búin að losna við öll sjölin sem ég ætla að losa með við nema 3 og 1 af þessum 3 ætla ég að breyta í dúk og hinn 2 langar maður að nýta gatnið úr eða ég sé til. Það var bara eitthvað erfitt að gefa þau, en ég fór með öll sem ég ætlaði ekki að halda sjálf, fór með mér í piparkökubakstur fjölskyldunar. Jú, ég hef náttúrulega sagt, ég man ekki hvort ég sagði eitthvað frá því síðast þetta, en það ruku öll sjölin út. Öll nema 1 held ég. Þannig að ég er með 4 hérna heima, sem bara geggjað. Og gaman að leyfa fólk bara að gramsa og velja. Og það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð sem að vildu fá. En þetta er ég er nú búin að ganga frá litunum úr þessu, en þetta er bara, hvítur er bara hvítur og svo er þessi karrígulli og fallega grænn. Og ég er bara rosalega ánægð að vera búin með þetta sjal, sem að þýðir þá að það er einu verkefni færra á prjónunum en síðast. Ég er ekki búin að fitja upp á neinu nýju. Og eins og ég segi, þetta fer bara í gjafakörfuna á heimilinu. Ég átti að ljósmynda það og setja það á Instagram og monta með á því þar og svo fer það í gjafakassan. Ég er samt búin að græja allar jólagjafir, þannig að ef einhverjum familíinu minni er að horfa á þetta og hugsa, kannski fæ ég þetta, þá er þetta ekki að fara í jólagjöfin í ár.
síðan eru 3 saumaklár. Ég var að horfa á Legacy Nights fyrir, síðasta þáttin þeirra, minni mig. Og þá sem sagt, mamman /amman í þættinum, þá var hún að sauma teppi handa dóttur sinni. Og svona bútateppi og mér fannst þetta alveg geggjað. Ég á alveg brjálæðislega mikið af jólaefnum og ég mun aldrei koma til með að geta gert sem sagt hvað skal ég segja, úr því töskur eða eitthvað annað og hugsaði mig gott í glóðarinnar að gera eitthvað fyrir barnabörnum mín úr þessu og svo bættust við yngsta dóttur mín og kærastan hennar, Hafdís og Steinunn, þær fá líka og mögulega bara verður eitt stórt teppi til hér á þessu heimili. En ég svo dofin í höndunum eftir að ég ætla að sýna ykkur út á hvað þetta gengur að ég allavega ekki að fara að klippa upp í neinn teppi fyrir en þessi dofi að fara úr höndinu á mér. Eða þá að ég fá mér beittari skæri. En þetta sem sagt svona kúruteppi. Og þetta teppið hans Hilmis. Og þetta fyrsta teppið og minnsta teppið. Og þetta ég ætla að sýna ykkur fyrst öll 3 teppin og svo útskýri ég hvernig ég geri þetta. Hans sem sagt minnst, og þau eru öll að fara aftur í þvott á eftir af því það þarf að þvoða svona 2 og 3 til þess að fá lúkkið sem maður vill. Hérna bakið, ég sjá að það ekkert sem að stendur út úr þar. Það bara eins og svona hefðbundið bútateppis útlit. En svo kemur allt fluffi hérna framan á. Og sem sagt ég að þvo og þurrka til þess að fá meira svona, að þetta verði meira svona druslulegt eða svona skröffi. Og þeirra teppi Ernisleós og Hrafntinu þetta niður á gólfi núna og nær mér hérna upp að, ætla að sé þá ekki, 1,55 eða eitthvað. Og svo, ég gerði sem sagt 14 tommur sinnum 14 tommur á þeirra teppi og 10 sinnum 10 á Hilmis. Og þau eru mjög keimlík, það eru eiginlega bara sömu gæjarnir í þeim báðum. Þannig að þetta svo hitt, stóra teppið. Og ég þarf svo þegar ég er búin að þurrka þau eða þvo þau allavega einu sinni enn og þurrka þá þarf ég að fara út og bursta rækilega úr þeim af því það og hreinsa kannski sigtið í þurrkaranum þá loðar þetta betur við þar. En það líka allt núna í svona fluffi eða svona efnistægjum hérna út allt hús, hundaárum, mjög snyrtilegt hérna hjá mér núna en það allt í lagi, það bara verður gaman að þrífa þegar þetta verður allt búið. En ég ætla að sýna ykkur svona, ég googlaði bara, hvað googlaði ég til þess að finna þetta? Það var bara, hvað spjaldtalan mín? Ekki ykkur stær hérna. Ég held að sjáu það inn á hérna YouTube-inu mínu. Já. Sjá. Wakey. Afsakið þetta. Bara, hún eitthvað morgunstyrð vélin. Já, Rugged Quilts skrifaði ég. R-U-G-G-E-D og svo Quilts. Q-U-I-L-T-S. Og þá fékk ég fullt af vídeóm þar sem sýnt hvernig þetta gert og þetta bara einfaldasta sem ég gert. Það fyrir mestu tíminn í að sníða og svo að klippa upp í. Vá, hvað snjóa fallegum fluffi snjó. Vá, afsakið.
ég keypti bara ódýrustu flísteppin í Rúmfó, hún hvít, 200, eða tæpan 300 kall minni mig, og klippti út sem sagt svona ferninga, þessir eru 14 tommur sinum 14. Ég nota tommurnar af því að það er mikið auðveldara að sjá þær á bútasunnsverkfælunum mínum. Síðan geri ég eins og, þetta er Háttsár og Steinunum teppu, ég held að vera engin bútur eins í því. Þá set ég sem sagt flísið bara hérna á milli. Og svona vanda mig pínu við það. Síðan fer ég í saumavélina og sauma hérna kross, horn í horn. Og svo er það að hérna þegar maður fer að sauma saman að sem sagt eins og ég sá, þetta er hérna eitt teppið eins og eitt teppið hérna að þá leggur maður sem sagt þetta saman og saumar í vélina. Ég held að þetta sé svona 2,5 til 3, cirka ekstar milli 2,5-3 sentimetrar þar sem ég sauma niður í, og svo þegar allt er búið þá klippir maður svona upp í næstum að saumnum. Og það, þú veist, maður þarf aðeins að pæla í hornunum hvernig maður lætur þetta liggja og eitthvað svona, en þetta er allt mjög vel útskýrt í þessum vídeóum. Ég ætla ekki að fara að vera með eitthvað brjála kennslumyndband. Já, og síðan þarf bara að þvo þetta 2 og 3 til þess að þetta fá þetta svona að efni hnoðist upp og setja í þurrkarann og hérna, já. Það er vel hægt að gera, sjáu ég gerði Hilmisteppi held ég í sneið í það á 5. skvöldið, eða 50, já. Og var búið með að snemma á föstudagsmorgnunum. Svo var ég byrjaði í seinnipartinn nei, ég kláraði að klippa í það hérna, ég fór í prjónahitting á föstudaginn, já. Ég saumaði það saman á föstudagsmorgnunum, var að klippa það í prjónahitting og svo var það tilbúið kvöldi, eða þá var ég búin að þvo það einu sinni. Og þá sneiði ég í stóru teppin, 3 á föstudagskvöldinu, síðan föstudagskvöldinu og laugardagsmorgnunum. Síðan voru við hjónin í burtu í sólarhring og svo saumaði ég saman þessi 2 stóru í gær og þau fóru bæði einu fyrir þvottavélinni í gærkvöldi. Þannig að ég sjá að þetta er ekki tímafrekt þegar maður er búin að átta sig á hvernig það er gert. Og í fyrsta teppinu þá var ég að nota títuprjóna til þess að halda bútunum saman og strikaði í með krítkrossin. Ekki hinum 2. Engar nálar komu við sögu eða krítar. Þá bara einhvern veginn, það þarf ekki, þetta loði rosalega vel saman þegar flísið er komið á milli. Og maður veit, þú veist, það drepur engan þó að það sé ekki alveg nákvæmlega bein línan hérna. Þetta er skröffi í svona teppi og geggjað til þess að vinna upp afganga. Og þeirra verða öll svona jólaþemið og ég gerir ráð fyrir okkar verði það líka, en þá mun ég fara svona, ég á líka svolítið að ljósum og dökkbláum jólaefnum sem ég ætla, það verður svona aðeins meira úthugsað því ég ætla að reyna að hafa það frekar stórt. Ég á sem sagt 2 svona teppi í viðbót. Þessi hvítu er 1,30 x 1,60 og svo á ég 2 grá sem að mig grunar sé eitthvað stærri, en það er náttúrulega fer alltaf svolítið afskurður í þetta og ég sé bara hvernig það verður, en það verður svona fyrirferðar meiri gjörningur þar á ferð. Sjáum bara hvernig það fer allt saman. Nú, þannig að þetta voru sérst klárin í dag og þá vöðum við bara í verkivinnslu. Og já, ég var búin að sýna ykkur í rauninni hérna að það er eitt teppi viðbót tilbúið í saumavélina. Síðan er ég með Mold Magic, það er aðeins búið að stækka.
Ég er komin sérst á framhlutan. 1, 2, 3. Ég er komin í 7. part. Ég er sérst komin hingað. Þetta verður algjör skrauta, sko. En það er svo gaman að prjóna þetta. Þetta mohair og fingering. Þetta bræði. Ég elska litin í þessu. Þetta er alveg út fyrir mitt box að vera með þetta svona litina svona sitt og hvað. Af því að hinn mín er öll svört. Að þá er þetta, og líka bara þó hinn væri ekki alveg svört, þá er þetta út fyrir minn ramma að vera með þetta svona color blocked eins og er kallað, svona lita skipt alveg. Þú veist, það rennur alveg ágætlega saman hér en svo, þú veist, þetta bláa, þetta er svona ekki alveg, en ég elska þetta og hlakka, og bara, já, ég er eiginlega búin að vera að stelast mest í þetta. Og þetta er eins og ég segi, Malt Magic eftir Stephen West og bara er að stækka rólegheitum og ég er alltaf að fara í flækju. Síðan er ég búin að dunda mér aðeins í Sippila eftir Caitlin Hunter, Boyland Knitworks. Ég er sérst búið með munsturbekkin. Það sést ekkert brjálæðislega mikið. Það er sérst svona alveg ljósgult hérna í þessu græna. Nei, í þessu ljósgráa. Og ég á eftir að gera 5 umferðir og þá fækkar lykkjónum hressilega þegar ég tek úr fyrir ermunum. Og ég er búin að þvo efri hlutan eða laða hann í bleyti og tók þetta af prjónunum og setti bara á band, laði bleyti og laði það svo til og leta það þotna bara til þess að sjá hvort það jafnaði sig ekki allt munstrið og svona. Mér finnst þetta svo frábært trikk sem hún gaf okkur, hún Guðlaug í Þráðum, að til þess að ef það er eitthvað kipringur í þessu til þess að maður getur svona losa sig við það og líka bara upp á að sjá hvort að garnið stækki eitthvað í þvotti eða svoleiðis. Þetta er Baby Panda frá Ráma, þetta er 100% merinóll, Superwash meðhöndluð, en hún breytti óskaplega lítið prjónafestu við þvottin sem er bara mjög gott. Já, þetta er sem sagt garnið sem ræðir. Og þetta bara svona, nú er ég alveg, sem sagt, þegar ég verið búin að skipta frá fyrir ermum, þá er þetta orðið alveg bara þið fínasta blaður og sjónvarsprjón. Og ég ætla að halda áfram með hana, hún er svo kjörin svona sem innipeysa því það verður svo þunnt í henni. Þannig að hún er alveg eftir, eða sérst í gríp í hana jafnt á við, ekki alveg jafnt á við Malt Magic en nálægt því. Svo eru 3 önnur verkefni sem ég hef ekkert verið að gera í sem eru hérna onni. Ég held þessi 3 aðra peysur, allavega 2, ég man ekki hvað 3 er. Nú síðan er það, svo bílasokkarnir eru bara út í hérna bíl, hafa stækka pínu, en í hérna einna af þessum skemmtilegu körfum mínum þá er ég með garni sem fer í Northeasterly og þetta er bara alltaf inn í stofu hjá mér. Þetta er allt í einu bara, er þetta bara að líkjast teppi, sko. Ég var að byrja á nýrri rönd. Þetta er alveg, þetta er rosalega skemmtilegt ágangaprjón. Ég var að prjóna í þessu í gær og var þá nýbúin að klippa teppin og það var svolítið skrítið að prjóna með puttan svona dofin. En ég hef fengið svona áður. Ég hef fengið svo mikla taugaskemmdir í þessa hendi í kostunum mínum að ákveðnar hreyfingar að þær
og bara allir sem eru búin að vera að hamast svona, þeir fá hann dofa, en hann getur verið óþarlega lengi að fara hjá mér, en ég vun að vinna fram hjá einhverju svona dótari. Og ég held að prjónaskapurinn muni bara hjálpa flýta fyrir að þetta renni úr mér. En þetta bara mjög gaman að gera. Svo var hún, Linda, sko, í Hip Hip Barbanets. Í nýjasta þættinum, þá hún að sýna geggjað heklað afgangsteppi. Ef þið ekki búin að sjá það, þá mæli ég með að þið fylgist með henni. Og ég var alveg bara, að því ég var að byrja að horfa á, sko, ég er búin að taka til í körfuna akkurat það sem að ég vil að teppi verði stórt. Ég bara vigtaði það sem ég var búin að gera og hvað það var orðið þungt og reiknaði bara út hvað mér vantaði mikið viðbót svona til þess að sirka á stærðina. Þannig að ég byrja að safna aftur litlum afgangum í glerkrukkuna og svo er ég líka með við hliðina á mér það sem ég er að prjóna bæði úr dagatölum og alls konar svona litla gæja. Og hún er að gera svo hekla svo fallegt teppi úr Attic 24, ekki þetta hefðbundna, það er svona pínubylgju. Ég var næstu því búin að rífa fram heklunáluna og byrja á einu teppinu, en ég náði að sitja á mér. Ég er náttúrulega með Northeasterly í gangi og svo From Grandma with Love. Og það bara, já, hefur sinn tíma. Aðeins að fá mér smá sjús. Þannig að hún er allavega búin að kveiki í mig löngun til þess að byrja á hekl-teppi. Sjáum bara. Það væri náttúrulega rosalega gált að klára eitt teppi áður en að ég hefst handa við en annað. En já, þá er ég búin að segja ykkur frá hvað er í gangi. Og á döfinni er bara að halda áfram með þessi verkivinnslu sem að ég er að vinna í. Ég er bara búin að vera frekar róleg yfir nýju uppfiti að byrja á einhverju nema þessu blessaða teppi þarna, en ég gerði það ekki og ég var orðið fullt af sturluðu jólasokkagarni, af því að nú ætla ég að fara að safna mér í að gera mér fullt af jólasokkum og byrja bara á því þegar verður orðið létt á prjónunum hjá mér. Og það bættist við alveg slatti núna í pokan, skal ég segja ykkur. Þetta er bara jólagjöfin í ár frá mér til mín frá öllum fjölskyldunni. Þetta er svo mikið að ég er alveg... Nei, ég mátti þetta. Já, þannig að ég ætla bara að fara að sýna ykkur jólagarnið mitt, nýja. Ég var búin að fá mér grílugarnið frá henni í Hex Dye Works og haldið hún hafi ekki gert svo annað svona röndótt jólagarn og það er leiðindaskjóða. Þau eru örugglega búin að sjá þetta. Þetta er Edda í Gatbúð Eddu, hún er garndílerinn minn. Ég sendi henni skilaboð því ég fæ veður af einhverjum svona trillingi hjá henni og hún veit alveg hvað þessi skilaboð, hvað það þýðir þegar það kemur ping frá mér hjá henni. Og þetta er leiðindaskjóða. Það eru svona speklar í þessu hvíta, þannig að þetta verður röndótt en í hvítu röndinni eru freknur. Sjúklega fallegt. Algjör snillingur í þessu litarinn að gera svona röndótt. Ég elska þetta. Þannig að ég fer bráðum að fara að telja saman hvað ég á mikið af jólasokkagarni. Mér langar að gera mér 25 pör. Alveg fram á jóladag. Síðan var ég að horfa á Grocery Girls ekkert tímann og þær voru þá að tala svona jólakit sem þær voru að gefa út. Jingle Balls 2019. Og fyrst að ég var í þessum ham og þá bara fékk ég mér sett frá þeim.
Mér hefur oft langað til þess að næla mér í eitthvað, en það hefur alltaf verið uppselt, en núna náði ég. Og þetta svona, þær kalla þetta ekki beinlínis jólagat, heldur meira svona hátíðar, af því að það svo misjafnt hverju við fögnum á þessum árstíma. Sumir fagna engu og allir gangur á því. Þannig til þess að höfða til allra þá þetta svona hátíðagat og þær kalla litin Jingle Balls. Og þetta frá Rose Hill Yarns og það gard sem ég hef aldrei prófað heldur. Og það sem sagt tvær litlar mínihespur og ein stór og sem gera, þetta 120 grömm af garni. 10 grömm af sikkurum mínjónum og svo 100 grömm. Og þetta 75% súrboðsmerin og 25% nælon. Og svona þetta. Þetta ekkert beint jólalegt, en þetta hérna hátíðarlitur og flokkast undir þetta jólasokkadæmi hjá mér. Það verður gaman að fá eitt svona alls ekki, mér finnst þetta alls ekki jólalegt, en þetta samt inn í, verður notað sem hluti af jólasokka safninu mínu. Ég fekk þetta held ég einu með 2 dögum eftir síðasta podcast og ég bara búin að lúra á því að opna þetta. Nú, svo hérna box og í því eru, ég minna einasti. Jú. Það var eftir að setja sem sagt, þetta hefur verið gert með látum, þá eftir að setja krókana hérna á, þetta svona prjónamerki. Og þessu stendur Hatchat og svo hérna Jingle Balls 2019. Sock Talk. Það alltaf með Sock Talk í þáttunum hjá sér. Það oftast. Og svo hérna Grocery Girls logoið. Og líka svona bros Grocery Girls. Og já, og síðan þessi taupóki utan yfir. Þannig mjög ánægð með þetta. Síðan hefur mig alltaf langað í, hún svona eiginlega bara svakalegasti röndóttu handlitara kona sem ég veit um. Og það The Cozy Knitter. Hún í Kanada, dönsk, en býr í Kanada, gift Kanadabúa og gerir trylltustu röndóttu görn sem þú getur fundið. Hún gerir bara röndótt og ég fekk mér hérna hygge. Þetta líka jólalitur eða svona hátíðalitur. Og þetta á glitsgrunninum hennar. Þetta 84% súrboðsmerino, 16% goldstellína. Þannig að glitið í þessu líka styrkingin í sokkabandinu. Þetta 115 grömm, það sérst 100 grömm af stóru dokkunni og 15 grömm af minni. Og kallað hygge frá The Cozy Knitter. Og þetta svona röndótt garn með gildri hespu til þess að nota í hæl og tá eða eitthvað svoleiðis. Þetta mjög svona hlutlaust og ekkert, þetta verður bara, það svolítið bláum litum í þessu og gilt og bleikt og bara svakalega fallegt. Síðan fékk ég mér jólalitin 2019 hjá henni og það 24 rendur. Mér sýnist þær vera að ná að gera 2 umferðir af röndunum í sokkana sína. Ég ætla að byrja á tá og fara upp á þeim og sjá bara hvernig það prjónast upp. Og það á blissgrunnunum hennar sem 80% súrboðsmerino og 20% nælon. Og ef þið viljið ekki sjá hvernig hespan lítur út, ef þið að lúra á þessu til jóla fyrir ykkur sjálf,
að þá er ég að fara að sýna þetta núna. Og ég ætla ekki að tala þú veist, það eru 24 litir, ég ætla ekki að fara að þylja þá upp. Þannig að here goes. Hérna er þetta. Þetta er jólaliturinn 2019. Jæja. Þetta kom nefnilega, sko, þetta kemur í, hún sérst, kemur í plastpókum sem eru endur nýtanlegir, bara svona, þetta með svona fyrir. Þetta hérna var bara í glærum, en þessi var í, ég ætla ekki að sýna ykkur þetta aftur, sorry. Hinn var í rauðum, þannig að maður sér ekkert í gegnum pókan þegar hún er að senda mann þetta svona. Nú, ekki nú með það, hér erum við með í 4 pör af jólasokkum. Að þá var hún Dagga í litlu prjónabúðinu að fá jóla líka. Linda sagði mig frá því. Það kæmi jólagafl frá Regia. Og kæmi 8. Hún vissi ekki hvað, það kæmi eitthvað slatti, man ekki hvað hún sagði mér. Nema svo fór ég í litlu prjónabúðina og það var ekki komið, en hún Dagga setti mig á póstlista og sendi svo skilaboð þegar þetta var komið. Og ég hringdi hana daginn eftir, sem betur fer, og pantaði, af því það var ekki mikið eftir. Það var til dæmis, ég fekk síðasta af einhverjum og þá næst síðasta af einhverjum öðrum og svona, þannig að þetta rauk út. En ég náði mér í 4, valdi bara eftir mynd og svo náði við að fara það snemma suður á laugardaginn að ég gat farið og sótt þetta. Og ég stóðst freistinguna að fá mér meira. En þetta er allt frá Regia og kallað Candy Color og þetta er svona svona hátíðarlitir frá Regia. Þetta er litur 1167. Þetta er 1161. Þetta er allt svona röndóttir. Sjáðu á myndinni, þetta er allt röndótt. Og þessi er röndóttur með munstri. Þetta er 1160. Þess að ein röndin er svona munstruð. Já. Og svo er 4. alveg röndótt og það er 1163. Nú, sko, Linda er svo mikil áhrifavaldur. Ég var ekki búin að vera í 20 sekúndur að inni þegar hún var búin að láta mig vita enn einu nýju. Og ég var komið með hespu á því þannig ég vissi á. Og það er ekkert jólatengt. Það er bara óbúslega fallegt Merino jakk frá Regia. Þetta er Regia Premium Merino jakk. 4 þráða. 437 jardar í 100 grömmunum. Og þetta er 58% ull, 28% polyamid. Og ég fekk mér þennan fallega bláa, svona sæbláan og það er rosalega mikil hreyfing í garninu, út af jakkinu, af því það tekur litin öðruvísi. Hvað er númerið á litnum á þessu? Þetta, sko, hún var ekki eins og búin að ná að koma svo upp í hillu. Þetta lá bara í pókum á gólfinu og búið að tínast helling úr. Þetta er 7518 litur og það voru alveg, sko, ég hef getað valið mér eitthvað 4 eða 5 í viðbót. Og svo er hún að gera uppskrift sem er rosalega fallegt í þessu garni, svona blúndusokka og bauð mér svo að senda mér þá uppskrift í tölvupósti. Og ég ætla að nota þá uppskrift í þessa sokka þegar ég fitja upp á þeim. Ég ætla bara að fara að drífa mig að prenta út uppskriftina svo að, og setja þetta saman í tösku svo að það fara ekkert á milli mála. Það verður gott að hafa svona pínu, gott að hafa svona munstur sokka með öllum jólasokkunum af því þeir verða, held ég, allir meira og minna bara svona vannilu sokkar og verður byrja á þeim á nýju ári. Jólasokkaseríunni. Nú, þá er nú loksins búið það sem datt í pokan. Ég mun einasti. En síðan fékk ég eina ofsalega fallega gjöf sem var algjör óþarfi en mjög vel þegin og bara fallega hugsað.
vinkonu mín, hún Hafdís, þurfti að komast suður í smá stús og var ekki fær að keyra sjálf, þannig ég bað okkur í prjónahópnum hvort einhver gæti redda sér og ég hugsaði með gott glóðarinnar ég gæti nýtt þessa ferð í það stús sem ég átti eftir að gera í Reykjavík og bauðst þess að gera það og hún myndi endilega launa mér greiðan og hún algjör vettlingaprjóna snillingur og heitir Hafdís Helgadóttir og að selja vettlingana sína og fleira sem hún að gera, bæði bara beint í gegnum sig og svo eitthvað niðri Gallerí Snotra eftir hana. Hún var með nokkuð vettlingapjóra á sófaborðinu hjá sér og sagði veldu þér eina og ég valdi með þessa. Þú veist, rautt alls ekki minn litur eða neitt svoleiðis, en mér finnst þetta bara svo sturluð samsetning. Kísi og restin af fisknum hans. Og það líka á þumlunum. Og ég elska svona, það eru stífir yfir úlliðina. Ég elska það og þetta úr Karisma garninu frá Drops. Og mér finnst þetta bara, hún átti rosa erfitt með að hafa það ekki eins. Og það var áður en að ég vissi að þeir eru mínir. Að hún spurði hvað á ég að gera, á ég að hafa það eins eða á ég að fara alveg eftir uppskriftinni og við prjóna vinkonurnar alveg bara, já fara eftir uppskriftinni, gerðu það eins og þeir eiga að vera. Og mér finnst það alveg sturlaðir. Ég ógeðslega ánægð með það. Ég verða æðið þegar ég fyrir út að skauta í vetur, í snjónum, eða út að labba. Og svo ekki nóg með það, þá færðu mig líka hespu af garni frá Lion Brand, sem hún var út í Bandaríkjunum í sumar. Og þetta eru 400 metrar í 100 grömmunum, þetta er 75% ull og 25% nælon. Og það aloe vera í þessu. Og þetta er svona bara voða fallegt. Þetta er Halloween þema í þessu. Já, þetta heitir nú bara Toffee liturinn. En þetta er svona Halloween legt litirnir í þessu. Það er órans og gult og brúnt og ég ætla að gera sokka úr þessu, sjá hvort þeir verði svo mig eða bóndan. Þetta er náttúrulega svona dökkt og herramannslegt. Þú veist, ég á alveg nóg af sokkum fyrir mig og að fara að gera haug í viðbót, þannig að kannski fær bara kallinn eitthvað úr þessu. En þetta var alveg ótrúlega hamingjusöm með þessa gjöf. Alltaf gaman að fá svona fallega gjafir og ég tala ekki svona handavinnu gjafir. Þetta er ekkert smá, við vitum alveg hvað er mikil vinna og ást lögð í svona. Þannig að bara takk Hafdís mín, að því veit hún að horfa. Nú, síðan það bara, það hafa tutlast út svolítið körfurnar og töskurnar. Ég er búin að vera með afsláttaralbúm á völdum töskum, en ég er bara hreinlega vantar alveg að losna við þetta svolítið úr hillunum. Þannig ég það getur vel verið að þegar þetta vídeó komið inn að það verður komin einhver duglegur eða góður afsláttur á það sem er á like-síðunum minni verkefni Töskur Helgu á Facebook. Þannig að það er aldrei að vita. En það, já, þetta er búið að vera að nuddast út körfurnar og töskurnar. En ég væri alveg til í meira pláss og svo það er ekki mikið að jólatöskum eftir en samt eitthvað smá. Þær eru á afslætti nú þegar inn á síðunni minni, ég held að man ekki hvað er 20% afslættur á þeim eitthvað svoleiðis. Það er eftir svona samandraganlegar kísu, töskur sikkur, ein svona rend og líka önnur rend kísu. Síðan finnst mér þetta alveg snild fyrir þá sem að vera út á tenni eða eitthvað staðar í hlýjunni á jólunum. Þetta eru jólakúlur og
sandalar og þetta eru líka svona jólasandalar og svo eru tvær svona fallegar hefðbundnar jólaeftir. Þannig að þetta er restina af jólatöskunum og já, ég hugsa að ég seti bara einhvern góðan afslátt á eitthvað af þessu, hvort það verður allt eða bara all. Ég kíkja á það. Mér langar að losa mig svolítið við þetta því að þá er svo gaman að byrja aftur með svona tóma hillu og fá, þú veist, þá er ég miklu viljugur í að fara að nýta það sem ég á. Ég var nefnilega systir mín sem er bútakonan í fjölskyldunni, hún var að taka til í bútastasinu sínu og leiði lillsystur að njóta og það, ég fekk fullt af alveg ótrúlega fallegum öðruvísi bútaefnum. En það verður ekki sauma meira af töskum allavega fyrir jólin eða svoleiðis. Það er. Nú ætla mín aðeins að bara fara að baka þegar ég er búin að sauma teppi fyrir stelpunar. Já, og það er það sem er eiginlega framundan hjá mér. Það er. Hei! Hundarnir að halda þessi eitthvað að þegar einhver að fara út í næsta húsi þá halda þeir að. Já, það er sérst. Já, framundan er að fara að byrja að baka. Við hundarnir ætlum að fara að byrja núna þegar þetta verður allt komið. Farað að malla hérna inn á tölvuna hjá bóndanum og hlaða þessu upp á YouTube og svona. Þá var ég að hræra í lakristoppa og eitthvað á meðan. Nú, við hjónin jóluðumst aðeins helgina í því tilliti að við vorum að jóla skemmt okkur. Við fórum á Bakkalút á laugardaginn. Það var sérst í rauninni jólahlaðborð vinnunnar hans og þetta var í fyrsta skipti sem við vorum að fara og það var bara rosalega gaman. Þetta er meiri sýning í mínum huga heldur en tónleikar. Þannig lagað, það var náttúrulega, þú veist, og í rauninni er þetta ekki brjálæðislega mörg lög en það er svaka stemning og frábæri leynigestur og það voru eiginlega 3 sett af leynigestum og það var bara brjálastuður og stemning og gaman að sjá þetta apparat en þetta er svo sem ekkert eitthvað sem að þarf að verða árlegri hefð hjá mér. Svo er hérna frændi minn, hann á hérna Omnum súkkulaðiverksmiðjuna, er stofnandi þess, hann Kjartan Gíslason og í samstarfi við Bakkalút þá var framleiddar 2 típur af súkkulaði fyrir þá. Annars vegar er það mamma þarf að djamma og pabbi þarf að djamma. Og ég keypti þetta áður en við fórum inn á tónleikana og síðan á tónleikunum segja þeir að þeir verða niðri að tónleikum loknum til þess að árita. Og þeir voru nefnilega með alls konar varning til sölu, meðal annars spil og fleira. Og hérna, og ég var ekkert að pæla neitt frekar í því. Nema síðan þegar tónleikarnir eru búnir og við erum komin niður og það var ekkert einhver brjálu örtrú hjá þeim. Fólk var að kaupa varning til þess að fara að árita en það var engin brjálu örtrú. Svo ég reif upp súkkulaðið mitt, mamma þarf að djamma og lét árita á það. Þeim fannst það freka fyndið, það var greinilega ekki margir verið búin að gera það. Helgi fékk ekki áritun og sitt en ég ætla samt að geyma, við erum búin að borða súkkulaði sem var náttúrulega geðveikslega gott. Ég ætla að geyma umbúðirnar, þetta er svo skemmtileg minning og ég fekk mitt áritað af 4 af meðlimum Bakkalúts aðal gæjanum þar, Kjartan og Bragi Valdimar, Kalli og ég hef bara skilgið þessa læknaskrift og man ekkert hvað hann heitir. Þannig að þetta og í mömmusúkkulaðinu þar er sko Baileys líkjör og hver vill það ekki sem að finnst Baileys gott. Ég ætla að gera Baileys sörur líka. Síðan fórum við bara á grillmarkaðinn, ekki bara, fórum á grillmarkaðinn og fengum okkur jólasmakkseðilinn sem var bara hvert öðru betra og það sem stóð upp úr var hrefnan sem er mjög viðeigandi af því að hrefna á grillmarkaðinn. Og hérna,
hann var bara brjálað að gera þar og allt svoleiðis en við áttum eina frekar svona slæma hæfluga kemur hérna border collie en hún fluga, já þarftu að fara að komast aðeins við þurfum að fara að gera stykkin okkar hérna já, síðast við fórum að þá kom og fórum á svona smakkmatsel, ekki jóla, bara hefðbundin að þá kom það svo ört á borðið að við vorum komið 3 rétt á einu tímapunkti og bara sögum bara herru stopp, þið verðið að leyfa okkur klára að borða og fá smá breyk en núna var þetta allt annað, það var alveg sko alltaf 5-10 mínútur í það minnsta á milli þannig að maður náði að melta og meta þetta mikið betur og við sátum hann alveg í 2 tíma og ultum svo bara út, fórum sérst út að borða eftir tónleikana, við fórum á tónleikana sem voru klukkan 5, fórum svo að borða klukkan 8, vorum svo við erum alltaf á Center hóteli ef við förum suður og ætlum að gista á hóteli einfaldlega vegna þess að það er í fjölskyldunni og bara elskum að vera þar og prófaðum núna nýjasta hótelið á Laugaveginum sem var bara geggjað, þau eru lítil en óbúslega kósí og fallega innréttuð herbyggin þar bara, þetta bara svona til þess að gista í herbyggi og já komum svo bara heim í gærmorgun dóttir Hafdís og Steinun yngsta dóttir okkar og kærastan hennar þær gistu hér og pössuðu fyrir okkur hundana því að ekki gátu við skil þá eftir eina og já, þetta var bara yndislegur sólarhringur þar sem við vorum bara að degra okkur nú, svo er þá sem sagt framundan það er eiginlega eina sem ég áttur að pakka inn einhverjum örfáum gjöfum svo ég bara eftir að baka og þrífa ég er búin að kaupa uppstöðuna í allan jólamatinn gerði það í Netto í síðustu viku. Þannig ég elska það að geta verið svona bara ekki einhverju stresskasti að gera allt í desember. Ég bara, þú veist, af hverju gerum við okkur það? Að vera duglegar að njóta. Nú, svo er síðasti prjónahittingur Tjarnadísa á þessu ári núna 15. DS en ef ég kemst þá fer ég alveg pottþétt en ég er að fara að passa litlu grísina 2 það verður sérst ammali hjá mömmin á laugardeginum og við förum í ammalið seinni partinn en klukkan 8 eiga börn að yfirgefa húsið og amman og afinn á þessu heimili allt taka börnin þeirra og leyfa þeim að lúlla hér og það fer svona bara eftir hvernig hljóðið verður í mömmunni þegar að líða að hádegi hvort ég kemst ekki, mér langar ógeðslega að fara því ég komst ekki síðast og hérna, já þannig að það kemur í ljós bara yndislegt að geta þetta í öllum asanum að setjast niður og bara njóta með fólkinu sínu nú næsti þáttur er svo líklega á Þorláksmessu morgun sem ég tek hann upp og svo á 13. og þá ætla ég að gera upp 2019 fara yfir hvað ég er búin að gera og allt svo leys ég hef reynt svona samviskusamlega að skrifa þetta niður hér og þar ég hef þurft að ég fari í gegnum þessi Ravelli og bók sem ég krassa allt eða svona reyna að krassa inn í hvað ég fytti upp á og svo Instagram að því ég nota sjálf svona hashtag geri millumerkið og svo HAFO 2019 sérst Helga Arnar finnist objects 2019 og ef ég fer bara í hashtagið þá get ég séð það sem ég hef mátt sína árinu þannig að margt af þessu leyniprjóni sem að ég hef verið að gera við Stephen sem að mér er sumt að ég er ekki ennþá búið að gefa út þannig ég get ekkert byrt það fyrir en að ég fekk grænt ljós til þess en þá er ég get ég stemt þetta af, ég með þetta cirka samtals allt á þessum 3 stöðum. Þannig að áramótina þá fer ég yfir þetta allt svona og sé hvernig staðan er. Ég setti mig markmið að klára 100 stykki eins og árinu undan en ég held ég hef ekki náði en það fór alveg brjálæðislega mikið í stórt prjón, stóru mikil sjöl og tonna peysum en það skiptir ekkert öllu en mér finnst alltaf gaman að svona og í þessum
tilfelli getur maður ekki talað að bæta sig. Það svo misjafnt hvað maður að gera. Þannig að það í sjálfu sér bara ekkert meira að tala held ég. Já, ég held að þetta sé bara komið í dag. Nú, ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og bara reynum að halda haus í allir geðveikinni og sem að fylgir þessum ástíma. Reynum að njóta meira og búa til minningar heldur en að vera tapa okkur í neysluhyggjunni. Eða bara gera það sem að gera okkur hamingjusöm. Það ekki bara fínt að klára þetta svoleiðis og svo sjáumstu aftur bara, eða ég verð allavega hérna Þorláksmessu, ef þið hafið tíma. Nú, annars eru jólin góð í svona gláp. Ég á alveg fullt af þáttum núna inni af því ég verið svo mikið að hlusta á hljóðbækur en ekki horfa á podcast. Ég ekkert brjálæðislega hrifin af þessu daglega aðvendu dóti sem voru rosalega vinsælt á YouTube. Mér finnst podcastin skemmtilegri fyrir mína parta, þannig að ég búin að liggja svolítið í hljóðbókunum og það bara mjög gott, sérstaklega í saumaskapnum. En þangað til á Þorlák, þá bara segi aftur, óska ykkur aftur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst þá. Takk fyrir og bless bless.